Fiskikóngurinn Sogavegi. Komið sæl, við byrjum á þessari tunglmynd sem að tekin var af landinu klukkan korter í 3 í dag. Það var bjartviðri víða á vestan og norðvestanverðu landinu en úrkoma hér sunnan og suðvestan til. Hiti fór mest í 14 gráður á Skrauthólum og Kjalarnesi og Hvanneyri. En þessi þaulsetna lægð sem hefur verið hér suður á landinu, hún minnkar smám saman og hverfur á morgun og við tekur skammvinn hæð sem að kemur langt úr suðri. Hún ber með sér aðeins hlýrra loft en síðan strax í kjölfarið þá kemur hér sunnanátt með rigningu með þessari lægð sem að myndast hér á Grænlandssundi aðfaranótt miðvikudags. Það er svolítið svalt yfir landinu eins og staðan er og talsvert hlýtt með árstíma bæði í Bretlandseyjum og Suður Skandinavíu en við fáum smá hluta úr þessu hlýjalofti með lægðinni sem kemur á miðvikudag og líklega hæðinni sem að er þar á undan. Það er víða hætta á næturfrosti næstu daga, það stjórnast mestmegnis af skýjahaulunni, hvort það verði mikil útgeislun og við sjáum til dæmis að það er ekki mikið ský í suðlægum áttum á norðaustanverðu landinu og því líklegt að næturfrosti verði helst þar. En í fyrramálið er útlit fyrir hvassa austanátt eða allhvassa allavega við suður ströndina en hægari vind inn til landsins. Það eru áframhaldandi skúraleiðingar fram eftir degi við suður ströndina en þurrt annars staðar á vestanverðu landinu. Það eru smá væta í kortunum fyrir Barðaströndina en á norðvestanverðu landinu er nú yfirleitt skýjað með köflum eða jafnvel bjartviðri og hæg austlæg átt. Eftir því sem að austar dregur þá verður svolítið svalara og það stjórnast auðvitað af því að það er minni skýjahula á norðausturlandi eins og við töluðum áðan en þó smá þoka eða skýjahula við austurströndina og með á Annesjum á Austfjörðum. Það er ennþá nokkuð milt að litast svona hvað hita varðar allavega á suðaustanverðu landinu en það er svolítil bleita sérstaklega vestan örefa í fyrramálið en þetta gengur nú yfir svona þegar líða tekur á daginn. Síðdegis á morgun er útlit fyrir hægari sunnanátt, bjartviðri í flestum landslutum en áfram svona smávægilega skúri við suður og vestur ströndina. Það er hægbreytileg átt og bjartviðri en yfirleitt þurrt á norðaustanverðu landinu á þriðjudag, skúraleiðingar eða smá súld kannski vestan til en þó ekki mjög mikil úrkoma. En það hvessir með suðaustanátt og rigningu á miðvikudag, skilin ganga til austurs og það rignir líklega á norðanverðu landinu aðfaranótt fimmtudags. En á fimmtudag þá hafa skilin sem sagt gengið yfir og það léttir til og hlýnar á austanverðu landinu en útlit fyrir svona suðvestan 8 til 13 líklega og skúri við vestanvert landið. En ef við bregðum okkur til Skandinavíu og Evrópu að þá er nú lægðagangur og haustlegt að litast sérstaklega í norður Skandinavíu og eins á norðanverðum Bretlandseyjum en það er hæð yfir meginlandi Evrópu sem heldur svona mesta veðrinu í skefjum þar. Það er líka nokkuð hlýr loftmass eins og við sáum áðan og hiti alltaf 30 stig ennþá víða í Evrópu. Það er þó útlit fyrir smá vætu bæði syðst á Spáni og líklega í Portúgal á morgun. Hitabeltisstormurinn Sally er nú komin inn á Mexíkóflóa og kemur til að ganga á land líklega á morgun eða á þriðjudag. Henni fylgja talsverð sjávarflóð og mikil rigning en annars staðar vestar í Bandaríkjunum þar eru nú þurrkar og vindur stendur ennþá á hafi sem þýðir að eldarnir hafa ennþá talsvert fóður bæði í Kaliforníu og Oregon. En það er sem sagt austlæg átt í fyrramálið og skúraleiðingar við suðurströndina en minnkandi úrkoma og frekar hægur vindur síðdegis á morgun. Verið sæl.